Trausti Valsson, skipulagsfræðingur, verður velkomin til mín í spjallið. Takk. Ég svo lánsamur að hafa flutt inn í blokkina þína fyrir 5 árum síðan, þannig að það eru heimatökin fyrir mig að leita til þín í þín viskubrunn. En þú ert náttúrulega einn reyndasti skipulagsfræðingur landsins, það ótt að segja það. Já, ég held það nú. Hvað segir maður, ertu ekki doktor í þessu fæi? Jú. Svo líka arkitekt sem að tengist þessu, það hjálpa manni líka að átta sig á svona ýmsum spurningum. Og þú varst að kenna lengi vel við Háskóla Íslands. Já, tæp 30 ár. Tæp 30 ár. Og ertu komin á eftirlaun, en ertu samt ekki hættur að grúska og pæla? Nei. Það bara skemmtilegt. Þannig að svo var það núna að ég hefi í gegnum tíðina mikið hugsað tengingu náttúruvár og skipulags og skrifa mikið þetta. Þannig að þegar að þetta bara kom upp í Grindavík, að þá skrifaði ég grein í Morgunblaðið, sem stóra grein sem þeir settu á miðopnu, og síðan ég búin að fara í 3 viðtöl. Já, það er auðvitað þetta sem þú nefnir, að við erum í fyrsta skipti í 50 ár að fá hraun rennandi inn í byggð. Já. Sem að við höfum kannski verið algjörlega sofandi fyrir einhvern veginn þessum möguleika. Já, sko, þarna hefði nú menn höfðu átt að taka Vestmannaeyjagosi alvarlegar, því að þegar að það með vissu þessum sprunguðar sá þetta verið útdauðar sprungur. En á flekaskilum þar sem eru stöðuturhreyfingu, það eru einhver útbrunnar eða dauðasprungur, og þarna sem sagt landið eða plöturnar að fara í burtu frá hvor annari, og þá myndast alltaf meira cirka 3 cm meira á hverju ári. Já. Og það endar á því að þetta er komið upp í 30 cm eða eitthvað eftir 10 ár, að þá fer við að verða auðveldara fyrir efnið að koma neðan úr jörðinni og leitar upp í þessar sprungur. Og þú hefur verið að tala fyrir því að skipulagsfræðingar eða þeir sem koma að skipulagi byggða þurfi að gefa þessu meiri gaum og taka mið af þessu meira heldur en gert hefur verið. Já, það var nú reynda frægt mál sem að kom upp fyrir kosningarnir í Reykjavík 72, og það var Rauðurvatnssprungurnar svo kalluðu, og þá var það að vinstriflokkarnir, þeir höfðu hætt við byggðina fram á strandsvæðunum með frá Grafvoginum og byggu til nýtt skipulag kringum Rauðurvatn, og með það í huga, svona félagslega hugmynd, að tengja það saman við Árbæjarhverfið, þetta nýja hverfið. Nú þannig að svona iðnaðarhús, Moggin þarna og ýmisfyrirtæki, og þá kemur fram kort eftir Halldór Torfason jarðfræðing sem að sýnir að það er bara fullt af sprungum þannig, og Jón Jónsson jarðfræðingur, hann var það líka við þessu, og svo var það Davíð var að reyna að ná borgin aftur í þessum kosningum, og þá setur hann þetta mjög oddinn, og með þessum tilvísunum í þessar sérfræðinga þá sagt að þetta væri bara alls ekki nóg og athuga mál allavega hvar þessar sprungulægi, það er mikið mál að finna út hvar sprungunar eru, það er ekki með að fáa sem að sjást á yfirbörðinu sem eru móti. Og það væri sem sagt, og þegar það var að kanna að þá voru sem húsin þvert á þessar sprungur, og það er talið að bara vinstriflokkarnir hafi tapað kosningunum bara út af þessu þessu eina máli. Hvaða hús voru þvert á sprungur? Já, það var búið að gera skipulag. Já, sem voru sen ekki byggð. Nei, og svo var gert nýtt skipulag, og þá vona ég að það hafi verið gerð nánari athugun, en það er stundum þétt eða þykkur jafnvegur ofan á sprungunum, en nú er komin jarðsjá, þeir eru að framkvæmda núna loksins í Krýsuvík til að staðsetja sprungunar, og þá er hægt í skipulagi að koma því þannig fyrir að húsin lendi ekki á sprungum og klofni í sundur eins og gerist í Grindavík. Sko. Og þér finnst einsýnt bara að þetta sé sko
eitthvað sem virkilega þarf að taka tillit til og það sé í raun og veru bara glabræði að gera það ekki eða einhvers konar háskaleikur. Já, sko flestar þessar sprungur, þetta náttúrulega í stefni norðausturátt yfir þvert landið og út við Húsavík og þar út í sjó og svo framvegis og á þessu svæði öllu miðhálendi náttúrulega engin byggð en það eru allan virkjanabyggingar og vegir og annað sem að sko þyrftu þá frekar að þvera sprungurnar en þetta sko í Grindavík að þá þetta mjög sprungi svæði sko. Er þú að tala um þessa sprungu sem liggur í gegnum allt landi sem að við þekkjum í daglegu máli sem þessa flekaskilin á milli Evrasíu og Ameríkuflekans að þetta liggur í gegnum allt landið og út á Reykjanes og smá grein út yfir í Vestmannaeyjar og það skýringin á því að gosið verði í Vestmannaeyjum sko. En Grindavíkur bær eru þetta bara bæjarfélag sem byggist væntanlega upp í kringum þessa höfn og ég veit ekki ég hef svo sem ekki hugmynd hvenar það byrjaði en þá hafa menn væntanlega ekkert verið mikið að hugsa út í þetta. Nei, ég veit heldur ekki hvenar byggðin hófst þarna sko en það nú ekki margir góðir lendingarstaðir á sunnanverðu Reykjanesinu. Þannig að menn hafa gripið þetta tækifæri að nota þessa vík sem var þarna og það gæti hafa verið mjög snemma en það dálítið merkilegt að athuga það að þessu stuttir síðan Grindavík raunverulega fyrir að vaksa 1950 eru þarna ekki nema 500 íbúar Einmitt, sko. Ekki 50 heldur eitthvað svoleiðis og síðan þetta komið upp í 4.000 og mest að því byggist eftir að Vestmannaeyjar gosið og reynslan af því komin í ljós og þá hefði þetta sko skipulagssöguveldin sem hefði átt að bara áður að gera aðalskipulagið þarna að kortleggja sprungurnar og skipulag ríkisins eða skipulagsstofnun hún hefði átt að fylgja því eftir að samþykki ekki skipulagið nema að það væri búið að gera þessar nauðsynlegu frumrannsóknir á náttúrufars aðstæðum á þessu bæjarstæði. Þannig að þú ert að segja að áður en mest öll þessi byggðist í Grindavík að þá var komin alveg nægilega mikil þekking til þess að menn hefðu átt að vita og hefðu getað skipulagt Grindavíkur bæ með öðrum hætti og ekki svona hættu mikinn eins og raun bar vitni. Og meira segja að ég byrti það einni bókminni þessi aðalskipulagskortið og sprungarnir eru sýndar á aðalskipulagskortið og það bara hverfa undir byggðina. Og þetta náttúrulega sko til dæmis að það fyrsta lagi það húsin að þau liggi ekki og lagnir og vegir liggi ekki sko þvert á sprungur en svo þarna vill þess að tveggja stóru sprunga það mynda svona Sigdalur og annar núna við hliðina landið fer að síga líka svona milli svona þegar gliðna svona stórar og þá hefði skipulaginu þurft að gera það bara grænt svæði og svo hugsa ég að sko í austurhluta Grindavíkur séu mjög öruggsvæði sko hvað var það sprungur en nú þeir að byrja á því sko svona á eftir það svona byrja brunnin eftir að barnið dottið onni brunnin sko. Ég meina við sjáum að þar sem að hraunið rennur og reyndar náttúrulega bjargar varnargarðar þarna miklu en það sem hraunið kemur yfir að það alveg sko, hvað ég að segja, splungu ný byggð sem bara byggð núna bara allra síðustu 1-2 árum. Rétt, Þannig að þú ert að segja í raun og veru að ef að tillit hefði verið tekið til þessara hættu sem að þið hafi bent á í áratugi að þá hefði mátt kannski byggja Grindavík meira til austurs eða norðausturs. Já, sko og þar eru lítil sko, ég ekki erfæðingur þannig ég veit ekki nákvæmlega ég hef heyrt að tala um það að það sé þarna fyrir austanbyggðina að þar séu sko nokkuð öruggsvæði en það nú kostur við þetta bæjarstæði það að það tiltölulega flatt til dæmis það sem að snjóflóðin urðu og það var svolítið út af landþrengslum
byrjaði að byggja á öruggum svæðum á Eyrónum fyrir framan Súðavík og Flateyri og allt. Og svo þegar það fara að þrengjast að þá fara menn að fara með byggðina upp í fjallshlíðarnar og það vissu allir og til sko alveg mjög góða lýsingar á hvað snjórflóð hafa fallið og þetta mjög mikill háskaleikur að skipuleggja byggð þar sem að var stór mikil hætta á að snjóflóð og svo það var þetta var ekki 1995 þarna fórust 34 altså 2 stöðum og þá loksins taka menn sér til og fara, þá þetta yfir ofanflóðar nefnd og teiknar á kortum að þessi svæði það sett inn á skipulagið og svo fyrir ríkið í því að byggja varnagarða yfir þessa byggð sem aldrei átt að vera á þessum stöðum í fjöllunum þannig upp í fjallshlíðunum og þegar sko svo vorulega vitlaust að morga sér frekar að reyna að undirbúa sér vel og komi vekk fyrir að lendi í svolítið útgjöldum því að þegar komið í þess snjóflóðagarða sko 10 milljarða. Og nú það skriðuföllin eins og Seyðisfirði og þetta eins og bröttum hlíðum það eiginlega heldur ekki alla hægt að halda aftur að þessum stóru skriðum sem hugsanlega þarna sko. Þetta mikill ábyrgðar hluti skipulags yfirvalda að taka tillit til þessara vá sem að við búum við. Ég myndur kannski segja það að það eiginlega ekki hægt að ættast til þess að lítið sveitafélag sem bara íbúarnir eru þarna í skipulagsnefndinu og eitthvað sprungur hérna og það engin kannski í nefndinu sem að segja að við þurfum ekki að gera út þetta hversa sprungur eru og jáfnvel skipulagsfræðingarnir sem hafa unnið þetta, þeir eru kannski ekki vanir að vinna með náttúrufarsógn, sko, heldur aðallega að raða húsum niður og götum. En þá það þess fyrst og skipulag ríkisins eða skipulagsstofnun sem að hefði átt að vera og örugglega með sérfræðinga á þessu sviði, stór stofnun, sem átt að segja nei áður en við samþykkja áður en farið að gera þetta skipulag, þá verði gjörsvalega athuga náttúrufarsaðstæður á staðnum. En þetta til dæmis kennt bara þegar fólk fer í háskóla og læri skipulagsfræði þegar þú varst á þínum námsárum í Berlín allt og lítið já. En svo fer ég sko að því ég var komið með áhuga á þessari náttúruvá og fekk nú næri ástyrk til þess að kortleggja náttúruvá yfir allt landið, gerði 10 kort yfir 10 tegundir náttúruvár og þá fer ég í doktorsnám til Berkeley í Kaliforníu ammitt í þessu, það heitir Environmental Planning. Það og það var staðsett í landslagsskipulagsdeildinni vegna þess að þar voru svo margir sérfræðingar, jarðfræðingar, vatnafræðingar og allt sem að voru ekki í sem sagt hinni venjulegu sko skipulagsdeild. Þar voru þeir bara að hugsa hús og götur sko. Já. En þetta ætti nú sko í Háskóla Íslands það sem kennt skipulagsfræði þá ætti nú kannski að gefa þessu sérstakann gaum sögum nálæðar okkar við allar þær náttúruvár sem að við búum hér við. Og þegar ég kem frá náminu þarna 78 í Kaliforníu að þá hringir deildarforstinn í mig og sagði að hafi séð viðtal við mig þetta í einhverju blaði og segja sko þú ert maður sem við þörf fyrir því að við erum sem verkfræðingar að setja virkjanir á virkum eldfjallasvæðum til dæmis við Heklu og Búrfell og við Leirhnjúk og sko það nú eitt aldrei stórt mál í þessu sem að lítið verið talað sko það var einhvern veginn búið til ykkur óanægja með vassaflsvirkjanir og sérstaklega lónin væru svo óheppileg. En ef við athugum bara þessi uppistöðu lón, eins og Þingvallavatn og Þórisvatn og Elliðavatn, sko að Þingvallavatn var miklu minna og sérstaklega og Þórisvatn náttúrulega miklu minna og Elliðavatn var pínlítið vatn. Og enginn óanað með þessi vötn í dag og veit ekki að þetta virkjanalón. Já. Og það leiði þá til þess að það verður að fara búið til ferga jarðhitavirkjar að taka svo lítið pláss
en þá það bara það að það í hlutarnas eðli að þá að setja þá inn á háhitasvæði og þær eru bara byggðar flestar beint og eldfjöllum, eins og Svartsengi og Hellisheiðarvirkjun, eða hvað? Já. Og, alveg og það var nú viðtal við Þorvald Þórðarsson sem hlustaði í dagmálum og hann sagði það að þetta nú eitthvað 7 gosreinar sem að svona gætu hugsanlega farið í gang byrja þarna á vestast á nesinu og færst svo innan, það hefur komið vissi virkni af stað, segja þeir í Krýsuvíkurreyninni og Brennisteinsreyninni og úr einmitt Brennisteinsfjöllunum að þá komur hraunir sem að runnur í Hafnarfjörð og Garðabæ og þannig og enda þetta svæði, það endar á henglinum og eins og sagði sko að Þorvaldur að hérna getur bara farið á staðinn og hort á virkjunna og svo hengilin fyrir ofan, bratta brekkur og það raunin liggja bara alveg niður undir virkjunni í dag. Það hættur svæði alls það sem að nýlega raun hafa runnið sko. En þetta hlýtur að vera svona 2 hliðar á þessum peninga þessi að ástæða þess að Hellisheiðarvirkjun staðsett þess að hún væntanlega út af jarðhitanum sem þarna undir. Já, og sko það strax skárra með lághittan eða hittavitu, sko þá þarf það ekki að vera bind upp á eldfjallinu sko. Það reyndar notað sko afreiknisvatnið úr rafmagnsframleiðslunni þetta en sko til dæmis svo við tökum aðalega vatnið í hérna Reykjavík í Mosfellssveitinni og það ekki hættusvæði en ef þú ætlar að fara inn á háhitasvæðin þar sem að þess verður mikið þrýstingur og gufun og mikil gufa þá ertu bara komin upp á eldfjöll og þetta hættuspil. En það nauðsynlegt eða ekki? Já, ef maður ætlaði að halda eða nota mikið sko gufuaflsvirkjanir en það í það sem ég að segja að það bara hættur spil, það miklu öruggara að vera í vatnsaflsvirkjunum. Já. Það einn punktur sem ég með sko. Já, ég skilði. Þetta eru tvenns konar mismunandi Já, miklu minni hætta í vatnsaflsvirkjunum sko. Nema þegar þau eru alveg staðsett undir virkasta eldfjalli landsins Heklu, eins og Búrfellsvirkjun. Já. En aðeins svona aftur að Grindavík, hægt að tala einhvert ábyrgðarleysi einhverja aðila þegar kom, til dæmis að því að skipuleggja þessa nýju byggð sem að þarna fóru 3 hús undir hraun. Það nú svo lítið sko miðað við þessum gerst í Vestmanni, það fór 400 hús undir hraun og ösku og öll byggðin og það var að tæma bæinn og hann var tómur árum saman. Já, en kannski sérstaklega í ljósi þess að við höfum þetta dæmi frá Vestmanniðum að öll svo byggð sem að hefur risið í Grindavík síðan þá. Já. Að það má kannski tala fullkomið ábyrgðarleysi einhverja yfirvalda í því sambandi. Ég held að jarðfræðingarnir hafi nú flestir verið að benda á þetta og eins og ég líka, ég hef náttúrulega bara notast jarðfræðingum og sagt sem skipulagsfræðingur að við erum virkilega að kanna þetta áður en við förum að séum ekki að byggja á stórhættulegu svæði, hvort sem er snjóflóðasvæði eða annað eða hraunflóðasvæði. En það var lítið hlusta á þetta og þegar ég sótti til mig sem styrk til skipulagsstofnunar til þess að vinna þessa kortaseríu svona fyrir bara 50 árum 45 árum að þá fékk ég ekki 1 krónu hvorki vísindasjóði né frá skipulagsstofnun. Nei, það var ekki skilningurinn var á því stigi á þeim tíma hjá þessum aðilum sem áttu eiginlega að bera mest ábyrgð þannig faglega og vísindalega á þessu og þá heyrði ég af styrk frá stofnun út í Brussel, CCMS heitir hún og fékk tæplega á styrk. Það gerir það verkum en gat farið í þess að kortafinu. Það var ekki íslenskum Nei, þeir bara skildu ekki tóldu þetta bara einhver vittleysa sko. Samt að Vestmannagosið nýbúin að vera. Og það hefði alveg mátt segja sér það fyrir nokkrum árum síðan að Grindavík væri á stórhættulegu svæði. Já. Það alveg þó að það hafi ekki gosið þarna í 750 ár. Sko það náttúrulega gerir menn svolítið sko andvaralausa. Svo þegar þeir eru búin að finna út jarðfræðingarnir þetta skiptast eins og á þessum eldstöðum í virknistímabil
þarna 200 ára tímabil virkni, hugsanlega, og svo 700-800 ára kyrðari tímabil. Og það fyrir löngu búið að birta þau gögn og benda mönnum á það að við megum búast við því eftir nú 750 ári síðan að síðasta gos þarna, að þetta færi alltaf staðaftur, og það litið þá til dæmis þegar ég gerði svona rammaskipulag fyrir Suðvesturlandið allt saman með tillögum að þá leiti ég það út á Keflavíkurflugvöll og sagði, heyrðu, þessi flugvöllur hangir á einum vegi og ef það góstímabili fer nú af stað, að þá geti runnið yfir það veg og ekki samband við flugvöllin. Krísugulegin var reynda til, en þess vegna kom ég með tillöguna 1993 Suðurstrandarveg, sem að núna alveg lykilatriði að ráða þessa situasjón sem þetta í gangi. Sko. Var hann þá lagður þá? Já, hann kom eftir mínu tillögum. Hann lagður fyrir svona 10 árum. Já. Það klárlega mínar tillögur. Ég var með birti bókum þetta, Land sem auðlind, og ég vissi að því að með svona kiftust við og segja að það alveg rétt að vera til varaleið út á flugvöll gegnum Krýsuvík. Já, það alveg ljóst núna að við þurfum sko einhvern veginn svona vegasamgöngur í kringum allt Reykjanesið, því það bara að vera með einn kanal í því. Nei. Það þarf að skoða þetta allt saman út frá því að eiga varaleiðir út á hættusvæðunum. Já, akkurat. En hérna sko, ef við lítum aðeins til fleiri staða sem að eru eins og Grindavík gætu mögulega raun runnið yfir, þá náttúrulega er mikið talað núna og við þekkjum öll að nýjasta byggðin, ein nýjasta byggðin í Hafnarfirði er byggð þarna á Völlunum sem er auðvitað bara tiltölulega nýlegt raun, svona jarðsögulegu samhengi. Og það, mér heyrist á umræðinni að það sé allir sammála að pólitíkin þurfi núna að fara að skipuleggja einhvers konar aðgerðir til þess að reisa varnargarða í kringum völlina, eða ertu ekki sammála því? Jú, það jarðfræðingarnir búin að lýsa því og þannig að og þetta er líka dálítið heppilegt, þetta er mjög flatt svæði. Þetta þurfa að vera svona leiðargarð sem líka svona svolítið skáarhaunin og þeir geta ekki stoppa haunin, þeir geta leitt það fram og út í sjó. Þannig að og það eru Brennisteinsfjöllin sem að myndu búa til þessi eða bjuggu til þessi raun og þetta gætu orðið ansi miklir varnargarðar, en þess vegna og þeir nú ekki það dýrir að það er nú alveg gott að fara þá bara að reyna að gera þessa garða, þó gjósi ekki fyrir þetta 20 ár. Og leiða þetta þá einhvern veginn þannig út Vatnsleysuströndina þar sem að þetta gæti fengið að renna bara út í sjó og bjarga þar með álverunni í Straumsvík og byggðinni á Völlunum sko. En þá þarf til dæmis bæjarfélag eins og Hafnarfjörður að sætta sig við að það veri dregin einhver lína, þú veist bara hér eru mörk byggðarinnar, eða svona endimörk, og þar reisuðu vegginn og það verður ekkert byggt lengra en það. Ég held nú líka þegar ég held að sko mörk Hafnarfjörðar eru bara rétt þarna Straumsvík sko, þetta er eina Vatnsleysustrandahreppurinn held ég, sem að þyrfti að samþykja það leiða er því þá ekki byggt á þessum nýju hraunum þar. Og þetta er náttúrulega bara vinna sem nú menn loksins sem var áður með snjóflóðvarnirnar og har sett 20 milljarðir svona garða þar að nú er þetta bara búin að Reykjanesi er náttúrulega það er svo margt að það eru rafmagnslínur og vegir og allt mögulegt annað og byggð þarna sem að sko ég held að það sé bara ágætt að fara inn að byrja á því að byggja eitthvað sem görðu. En þetta var stórmerkilegt að sjá í gosinu núna í janúar að þessi varnargarðurinn sem hafði verið reistur fyrir ofan Grindavík, að hann svona sko ég myndi segja 9 af 10 9 af 10 hlutir hundsins var hinum megin, réttum megin við garðin. Svo rann það aðeins, fór í gegnum garðin aðeins og það olli ekki skaða, en svo náttúrulega kom sprunga. Já, það var út af annar sprungu sem að opnaði síðan nær. Já, svoleiðis. En
En varnargarðurinn sem slíkur hefur augljóslega bjargað heilmiklu og það náttúrulega bara ótrúlegt að sjá bara fréttamyndirnar þar sem að gröfurnar voru að vinna og við sáum hraunið renna meðfram garðinum. Já. Er þetta ekki einstæmi eða þekkist það hafa verið gerðið svona eldfjalla varnargarðar í? Til dæmis Hawaii, það eldfjalla eyja. Og það með sett eina elstu í gangi þar sem hún stoppar aldrei, það getur bara farið og hort á hraunströmmin þar sem hann fer út í sjó og þetta víðar og hafa verið reistir svona varnargarðar sem að já, svona leiðigarðar þarf að vera sko og það líka hægt af þannig að það sé bara vegur sem þá lagður þannig að hann verði líka varnargarður leið til þess að þá kemur auka nýting á þessu uppbygging á jarðvegi sko. Á þetta mannvirki sem að sett upp. En það sko, það sem að gera það menn voru svona svolítið tilbúnari að rjúka í þetta mál, reyndar alveg á síðustu stundu, að það var búið að gjósa hann í Meradölunum sko, 3 held ég. Og pröfuðu sig þar fram með sko, þar byggður upp eitt varnargarð og hraunið fór yfir hann. Já, það mislukkaðist. Já, en svo voru þeir komið með eitthvað rosalega fín kort og módelið hvernig hraunið myndi fljóta eða kemið þarna. Þannig að þeir settu varnargarðinn á mjög góðan stað og höfðu nóga svona skálínu í honum. Þannig að hraunið sko reisi ekki garðinn til þess að fara yfir hann, heldur leiddist það bara svo á meðfram. En maður sér fyrir sér að þetta geti orðið svona, samt svolítið svona sérkenni eða bara sjáðu fyrir þegar útlendingar koma frá Keflavík að keyra til Reykjavíkur og þeim bent á hérna sjáðu þið varnargarðina við vellina í Hafnarfirði og þetta eru eldfjallavarnargarðar. Já. Og þeir myndu hugsa, mætti búið til göngulið og ná, sko, að horfa á raunisirkurum eða hvernig, þetta verður mörg áratí þetta sjá, raunið, stolnað raunið. Þannig að ég held að svo að verið út af sem verið vikun að þá hafa verið myndast djúpir, mikli geimar undir bara hellar, undir Grindavík og það væri hægt að búa til göng niður í þá og þetta eru ofboðslega stóri geimar og það geti verið eins og hellinir hérna upp á helliseiðin þar sem að korta formu að fá að fara inn í og skoða. Þannig að það til mig seitt möguleiki sem mann hefur dottið í hug í sambandi við hvað það nú að gera hann í Grindavík og þetta sko þeir, við veistum gott hjá þessum útgerðarfyrirtækjum að þeir segja sko að ok, við tökum vissa áhættu af því að vera með, ef að höfnin í lagi og hafnarsvæðið, þá getum við haldið sko útgerðin áfram og ef þá færir og fólki byggja það bara í Keflavík og Vogunum og allt það og þá það ekkert svo eitthvað 20 kilometra leið í vinnuna. Vist það gott plan. En svo það annað, ef ríkið eignast nú meira að minna þess að byggja þarna mörg hundruð hús, sko ekki hægt að búa til þarna bara túrista bara hótel í litlum húsum og það verður svolítið spennandi fyrir túristana svona skammtíma leigur búa og svo það náttúrulega fólkinu sem sagt alveg eins og fólkinu sem að fer núna í Bláa lónið það getur verið að það komi með aðvörun og þið verðið að koma ykkur upp úr og klæða ykkur og koma ykkur í burtu innan 2 tíma. Það verður nauðsynlegt að einhvern veginn að spila með þetta. Já, þetta þurfi ekki alveg að vera ónýttar eignir en ég skil alveg fólkið að þetta nú fyrsta lagi bara jarðskjálftarnir búin að vera algjör pláað þarna og allar þessar sprungur það eru stórhættulegt fyrir börn sem eru út að hlaupa, jafnvel út að verið myrk og einhver reynt að girða þetta af og svo framvegis. Og svo bara verður vantarlega þarna áfram næsta ári en hætta á koma annað gos og þarf það fólk að fara að rífa sig aftur upp og reyta sér leiguíbúð og svo framvegis. En væri það sem sagt óskynsamlegt að hugsa bara af því nú veit ég að margir vilja að Grindavík verði aftur það sem að hún hefur verið og það er bara 4.000 manns sem bera taugar til plássins og allt þetta. En væri óskynsamlegt að hugsa bara að Grindavík bara byggð meira til austurs frá þeim stað sem að höfnin hugsanlegt sko, það það jarðfræðingarnir að segja sko og hvort að það sé hægt að finna þar alveg örugg svæði sko. En þetta nú það stutt til Keflavíkur og það svæði og flugvöllurinn sem betur fyrir ekki á hraunasvæði. Það bara grágrýtisvæði þó það eiginlega engin hætta á því að það renni hraun.
flugvöllur liggur svolítið hærra uppi. Þannig að ef það eru ykkur gos og Reykjanesdalur eða eitthvað sko, að það myndi þá ekki flæða upp á flugvöll. En ég hef heyrt í fólki, sko sumir eru bara, hafa svo fengið mikið svo að geta ekki hugsa mér, flytja aftur til Grindavíkur. Ég vil helst bara fá borgað út húsið mitt og búindi framstíð annars staðar. Svo eru aðrir, kannski sem eru þá tengdar í útgerðinni og hafa haft það rosalega fín störf og allt það, sem að segja, ok, ég tilbúin að taka áhættuna. Uppkomin börn eða eitthvað sem að geta ekki hættu ef þau fara út að leika sér sko. Og þannig að þetta bara heilmikið verkefni núna næstu mánuði og misseri sko, að búa til eitthvað plan fyrir þetta. Já, algjörlega. En hvað til dæmis með nú veit ég bara alveg upp í Garðabæ að þá þar hraun, minna við mann líka eftir í bara þegar að einhvern tímann voru haldnir stórtónleikar í Kaplakrika þegar ég var bara rétt komin á táningsaldur og þá labbaði maður yfir hraunið frá Garðabænum yfir hraunið út í Kaplakrika. Þannig að það ljóst að þar hefur einhvern tímann runnið glóandi hraun. Og þar getur aftur runnið hraun. Já. Það er sko einfalt mál. Það alveg möguleiki að Garðabær fái hraunið líka. Já, það nú ekki svo mikið sko þetta mörkin liggja hraunlækin sko sem bara myndast liggur þarna við og ég veit ekki nákvæmlega með norðurmörkin eða austurmörkin á þessu hrauni. Það rann eitthvað út á Álftanes. Ekki mjög langt út á Álftanes, út í sjó aðeins við Hafnarfjörðinn þar. En ekki til norðurs, það sko, þetta endar eiginlega á Gálgahrauninu, það síðasta hraunið. En Hafnarfjörður aftur á móti meira eða minna á hraunum, sko, ekki svo mikið. Og þarna, sko, yfir heiðmörkina alla rann hraun og þetta nýja hverfi sem heitir Urriðarholt, það ekki hraunsvæði líka? Já, það nú svo hári hæð, sko, það alveg örugri. Já. En ég man ekki, það hraun allavega þau norðan, ég man það, alveg alveg hraunadalur sko, sem að rennur síðan hann undir Vífilsstaði. Svo held ég að stoppa þar. Nei, það fer alveg niður á flatirnar í Garðabæ svo allaveg og allaveg hraunlækin í gegn. Sko. Vissi það ekki, sko. En þannig að það víða sem að möguleiki á að hraunflæði endurtæki sig. En svo það bara það eins og kemur þarna í ljós á við Grindavík, það að byggja varnarmúrana og við Svartsengi líka. Sko að búum sér dag að við erum með svo ofboðslega öflugu tæki, til þess að sótt þessi stærsta ýta landsins 120 tonn og hún moka bara hrauninu, það er svona frekar ljúftefni, hrauninu upp og hún með 6 metra breiða tönn og þetta eru alveg ótrúlega magn sem þessar ítur og gröfur geta rúað upp á stuttum tíma. Það var ekki hægt hérna áður. Nú það hægt. Þannig að þetta kostar ekki þess lengur eins og mikið að gera þessa varnargarða. Já, ég skildi. Það mitt. Og það má reisa þá þannig að einhver prýði sé af, það sé ekki mikil svona sjónlíti eða... Já, það væri kannski frekar að mynda sem á skjól. Þetta nú Ísland og Reykjanesi, þetta út af Flatneskjunni, þetta nú svona vindasamur staður. Það geti vel verið að það mynda skjól sko, fyrir hinum megin, ég ekki kannan það sko. En að þú nefndir Rauðhóla áðan, það hefur verið að kynna núna skipulaga plan sem að Kópavogsbær vill svona færa bæjarmörk sín byggja það á Gunnarshólma mikinn svona byggð fyrir eldra fólk einmitt. Það á óæskilugu svæði? Ég hugsa að það hafa nú farið af stað með þetta áður en að þessi eldumbrota hrina fór á stað sko því að þetta á hrauni og líka nær sko það sem viss kostið sem Hafnarfjörður það er langt frá Brennisteinsfjöllunum sko við höfum vissan tíma en þó að það væri best að byrja á þessum varnargörðum og það og En ef virkni færi í gang á þessu Bláfjallasvæði henglinum segi ég að þá þetta Gunnarshólma svæði bara mjög stutt frá. Já, og það var hann hraun sko í gegnum Ellavatn og þegar hraun kvika endur í
hérna vatni þá springur hún, það er skýringin á rauðhjólunum. Svo hefur hún þurrkað upp vatnið og hélt áfram með allan Elliðaárdal, sko. Og það getur alveg gerst aftur, en það er þá líka lægra, það er eiginlega ekki byggð í dalbotnum nema gamla virkjunin og eitthvað nokkur hús, þannig að ég held að það sé nú ekki mikil hætta þar. En þetta er bara svo stórt verkefni að það fara bara alls konar fræðingar ef inn í þessu núna mikill alvöru, sko, ekki spurning. Og eru góðir skipulagsfræðingar sem er að taka við af þér næsta kynslóð sem þú treystir í þetta verkefni? Ég held að við erum mest að treysta á jarðfræðingana og þeir sko Ármann Höskuldsson og Þorvaldur Þórðarsson á Háskólanum, prófessor og þar báðir, að þeir hafa verið þeir sem að sko, geta túlkað þessa vá og hafa sambandið að báða nýlega og þeir eru mjög ánægðir með þau gögn sem ég sendi þeim hvernig í skipulagi á að taka tillit til náttúruvár og þeir hafa verið báðir að tala allir með þessu nauðsyn að fara að byrja bara með fljótlega þessu varnamúrum fyrst að Krýsuvíkur og Brennisteinsvöllin eru og eins og ég segi þetta er orðið allt annaður hlutur eins og heldur en fyrir svona 20 árum nú eru til svo svakalega stórvirk tæki að þetta kostar svo miklu minna og það efni á staðnum það er mjög auðvelt að skópla upp hrauni þannig þeir ráða alveg íturnar bara að það er ekki að keyra svona langa leiðir sko. En hvar myndir þá segja Trausti að ef við ætlum að bretta upp ermarnar og hefjast handa strax, hvar eru fyrstu varnargarðarnir sem við þurfum að reisa? Sko, það er nú ennþá eftir að klára varnargarðarna í kringu Svartsengi. Það er háhitasvæðið, það sem var nú byggð þessi mikla virkjun og Bláalónið. En það er í raun og veru verkefni sem er í gangi? Nei, þeir tók alla vélarnar og því og settu það í garðin þarna fyrir á Grindavík. Já. En það þarf alveg búið til hring í kringum það. En það er náttúrulega vist hættu momentari viðbót að þetta háhitasvæði er í lægð. Já. Þannig að það strax ef að betra ef þetta er ykkur aðeins herra þá líka þarna myndur rennir áttina á Svartsengi sko. Þeir eru búin að byggja upp varnargarð einn sem að ef að kæmi eða til dæmis að hefði alls geta orðið gos eða þetta gosas hraun verið aðeins á öðrum stað og þá hefði þetta nýjasta hraun farið þangað. En svo fór það aðeins meira sko suður og vestur. En það er líka annað þó við séum varnargarða í kringum alla virkjunina á Svartsengi. Já. Að þá er það ekki rétt skiljið á mér að það er búið að vera kvika undir þessu öllu saman, hún geti alveg komið upp bara kannski undir sjálfur virkjunum. Já, kannski innan eins og gerist í Grindavík að þá kom, sko, það dugði ekki varnargarðin því að bara hraunir kom svo hinum með varnargarðin. Það er alveg teknilegu möguleiki, fræðilegu möguleiki. Já, það er alltaf hljóta að vera, en jarðfræðingarnir er bara að segja til það. En sko við erum náttúrulega með þessum gufuvarsvirkjunum að þá erum við náttúrulega að nýta þessa gufur sem kvikan svo nálægt í yfirborðinu og þannig er vatn og þegar að vatnið þá fer það að sjóða þegar það kemur niður gufinu og borða smá gat niður og þá kemur þessi gufa upp með svakalum þrýstingi sem snýr hverflunum en þetta er hættuspil. En hvar er annars fyrir utan Svartsengi hvar er það sem við þurfum að huga að reisa fyrstu varnargarðana? Ég myndi halda þarna fyrir ofan sko dýrmætasta framkvæmdin á Hafnarfjarðarsvæðinu er náttúrulega Straumsvík. Það er sko 100 milljón króna held ég sem að og höfnin og það hvað. Já, verja sem sagt álverið. Já, fyrst og fremst álverið. Vegna þess líka að það er byggt þarna til þess að hafa góða hafnarstað þá er það byggt við vík og það þýðir þá leið að landi frá ofan að það sko stefnir þannig að hraunið mun stefna bara niður í þessa vík þar sem að álverið stendur. Það er held ég sé langmikilvægt. Síðan til þess var nú gerð mikil mistök þegar var aðveitustöðin var búin til þarna á völlunum og þá var til dæmis Birgir Jónsson, jarðverkfræðingur, hann benti mjög alvarlega á það, færið þetta aðeins upp í Ásfjallið. Þá ertu fyrir utan
Birgir fórum þetta skotundaginn. Fyrir utan flæðið sem myndir renna. Já, fyrir utan flæðið, ans upp í hæðina, sko. Það verið bara farsleip á 200 metra, nei, ekkert var eftir því. Og hérna, við fórum að kíkja á þetta. Þessi aðvituðstöðum á alls ekki þetta, hún sér allt rafmagnið að stöðulhluta Reykjavíkursvæðisins. Og þeir eru byrjar varnargarði í kringum það. Já. Og eins það eru háspílinu innan sem líka þeir eru byrjar á því líka búið varnargarða í kringum hálfstunum möldurinn. Það er svona brýnt í dag, þetta trend. Og það er aðalega þarna á þessu svæði út af því að það er mikil verðmæti í hófi og mikið af fólki sem býr þar. En hvað, sko þetta talum virkni sem gæti byrjað upp í Hengli og svona, á maður eigum við að bíða bara þangað til að hún fyrir að gera vart við sig, þangað til við fyrir að huga varnargörðum í kringum? Já, það ég held að viljið nú ekki, sko, það sem að ítti svona rækjalega jarðfræðingur núna stuttu, að það byrjuð virkni í Krýsuvíkurreyninni og líka í Brennisteinsfjöllunum, sko. Og þá það svona, það merkjum það verði næst eitthvað sem gerist þar kannski eftir 20 ári, ég veit ekki það, sko, og ekki þeir kannski heldur. En mér þetta bara í hug til núna að við eigum þess að varaleið út af flugvöll sem Krýsuvíkurvegurinn, sem einmitt líkur hann í gegn, fram hjá álverinu og það söðrættir, austurrættir, sko að við þyrftum eiginlega að eiga annan veg, til og með svo ofan og Bláfjöllum, niður á Suðurstrandarveg, því að Krýsuvíkurvegurinn getur lokast sem varaleið. Og þá ekki eins og þetta að komast út á Suðurstrandarveg sem varaleið. Mér bara dettur þetta í húnuna þegar við erum að tala. Áhugavert. En ef við sæjum fyrir okkur til dæmis að það er járnskjálftar og kvika verður að gera vart við sig hérna á Hengilsvæðinu, að færum ennþá að hugsa að reisa varnargarð þarna fyrir ofan Árbæinn eða nýja hverfið sem þarna á austurleiðinni út úr borginni, hvað heitir það? Eitthvað holt þarna? Já, Norðlingaholt. Það þarf að verja það eða? Stendur herra. Já, það skiptir öllu. Sko, þetta sko úr Henglinum, sko það kannski tvennt í þessu, það að kemur hraun þarna niður og stefni á Elliðavatn sem hann líkur náttúrulega í svolítið lægð, sko, það stefnir alltaf hraunið þangað þar sem læðunar eru. Síðan aftur á móti, og það eru gosstöðar sko austan í Henglinum, og eins og Þorvaldur Þórðarsson sagði sko að það alltaf þar eru gosstöðar svolítið hátt upp í fjallinu og orkuverið þetta fyrir neðan, þannig að þeim stað svo mikið bratti og lítið pláss að það ekki svo auðvelt að búti varnargarða í kringu þá virkjun. Nei. Og þarna fáum við mikið af rafmagninu og hitavatninu fyrir höfuðborgarsvæðið í dag. Þannig að það svona kannski bara lítið annað að gera en að biðja til Guðs að það var ekki í gang. Já, en við höfum nú sko þegar þetta byrja nú alltaf okkur miklu jarðskjálftahrínum. Ég man nú ekki hvernig þetta byrjaði sko raunverulega að láta hræla á sér sko þetta í Grindavík, það nú orðin kannski 20 ár síðan eitthvað svoleiðis. Þannig að, og svo við náttúrulega fáum með þessi 3 gosþarna í Merardölunum, og þannig að bara heppni með það fyrstu gosin koma algjörlega langt fyrir utan byggð, og þannig að menn voru ansi vel sko undirbúnir og voru konum með hugmyndir og láta hanna og finna út réttu staðir þessi leiðagarða, þannig að þegar þessi kvikusöfnin fer að verða undir Svartsengi að þá byrjaður á því að hættulasta svæði töldu þeir að ef sprungan liggur svona þar sko austur að byggja þann garð. Svo kemur það í ljós að það er orðið meiri hreyfing á sprungun sem að líkur í Grindavík, þá fluttuður bara tækin öll og byggðu þennan varnargarð, og þetta var gert á síðustu stundu. Bara á 2 vikum sem var rúttað upp þessum garði þennan, sko, bara reddaði óbóðslega miklu. Og við sáum að þessi varnargarður, það hefur verið tekið svolítið mið af þessu gróðurhúsi sem var þarna orf líftækni heitir það, sem að varnargarðurinn er svona alveg upp við. Og hann
bjargar því húsi algjörlega, Já. en sem var kannski algjör óþarfi því að eigendur húsins segja að það hafi verið alveg ónýtt af vegna jarðskjálfta. Já, það er mörg hús ónýtt í mjög skemmt. En það var merkilegt að sjá það bara hvernig raunir rennur allt í kringum þetta hús. Sko að sjá og það líka bjargast alveg. að þeir eru á síðustu skildu eftir smá skarð til þess að Grindavík verið lokaðist ekki og raunir var á leiðinni og sjá myndina þarna og þeir eru á síðustund og loka skarðinni veginum fyrir veginn og þeir held þessar myndir sko að það er bara þær eru á heimsessa sensasjón algjört en þarna er röskleikinn og vera komið öll þessu flottu opbóðslega öflugu tækja á staðinn svo þegar fer að gjósa þetta alltinn og þá eru vinnu valdakarðinum þá eru öll vinnutækin hættu þá eru ítustjórarnir og alltaf þau setja sér stór hættu þau eru þjóðarheitjur við að fjara og bjarga þessum tækjum það verið eitthvað 800 miljonar verið í þessum tækjum og keyrðu þetta út og gátu byrjað á öðrum garði til að loka sem sagt Grindavík svolítið til vesturs því að raunið eða garðurinn náði ekki nema sko fyrir ofanbyggðina norðanverðu og sen að það verið að byggja lengi það garð svona ská niður. Já, þetta var hreint út sagt ótrúlegt að fylgjast með þessu. Algjörlega. En vonandi verður ekki aftur svona að menn vera að hlaupa undan hraunströmmnum að ná í íturnar til þess að búa til varnargarða sko. Það þarf að hafa meiri fyrirhyggju. Já. Nákvæmlega Trausti Valsson, þetta er mjög áhugavert og þarft mál að tala. Já. Þess vegna er gott að geta leita til þín og heyra þína sín á þetta allt saman. Já. Ég þakka kærlega fyrir komuna í spjallið og gangi þér allt í haginn. Takk fyrir.